Mér langaði bara til að fá mér ferskt loft. Mig líka. Og svo fór ég að horfa upp í næturhimininn á þetta fallega fulla tungl. Manni finnst það svo nærri að það sé næstum hægt að teygja sig í það. Og það sýnist koma enn nær þegar maður horfir á það í gegnum kíkinn minn. Gegnum hvað? Kíkinn minn. Hann færir allt svo miklu nær manni. Þú ætti bara að skreppa með mér heim núna. Veislan að verða búin og þá getum við skoðað tunglið betur. Þakka þér kærlega, prófessor. En hvað það væri gaman. Maður trúir því varla að það sé orðið svona framorðið. Það er maður, himinin er svo bjartur. Það er vegna þess að það er fullt tungl. Heldur það einhver búið þarna uppi í tunglinu? Ég hef ekki hugmynd um það, Sigga mín, en það held ég varla. Ég er svo dauðþreytt. Ég ætla að fara á hátta. Góða nótt. Góða nótt, Emma. Sigga, hvað er þú að gera þetta úti? Þú missir af allu gamninu. Við vorum að sprengja blöðrurnar. Afsakið strákar, en ég er að hugsa um æðri hluti. Máninn? Þar þætti mér gaman að eiga heima. Hæ, Dillidó, kötturinn við fiðlu hló, en kýrin stökk yfir fullt tungl sem fló. Þetta er bara barnaþula. Ef kýr getur stokkið yfir það, þá ætti ég geta það líka. Ég er svo góð í stökki. Ég sé að þarna er fullt af litlum hnúðum og bólum, prófessor. Það hef ég aldrei séð áður. Þetta kallast gígar. Eru þeir ekki undraverðir? En ég sé ekkert fólk þarna. Nei, kíkirinn minn er ekki svo sterkur og tunglið er allt og langt í burtu til þess að hægt sé að sjá fólk. Ef ekkert fólk væri þá þar, sem það auðvitað er ekki. Já, hvernig veistu það? Menn hafa verið þarna uppi að litast um. Það? Hvernig komast þér þangað? Með geimfari. Minn, kemst ég þangað upp? Hvernig þá valdi þú átt ekkert geimfar? Gætur ekki smíða það handa mér? Þú er svo klár, prófessor. Viltu gera það? Já, ég gæti nú reynt það, en nú skalt þú fara heim, Valdi minn, og láta þig dreyma vel. En ég ætla nú að setjast niður og hugsa málið og vita hvað ég get gert í þessu. Þetta krefst nú mikils undirbúnings því að það er mjög mikið vandasamt verk að smíða geimfar. Geimfarið mitt geysist hratt og gegnum ský sér vatn. Tunglförin nú gengur glatt, geimfarið er ekkert pjatt. Milli stjarna stefnir það, stjörnubjarta nótt. Ég lít til tungls og leita að ljúfum draumum fljótt. Þetta var þá bara draumur. Ef ég get ekki stokkið upp í tunglið, þá fer ég bara þangað með geimfari eins og hann Valdi. Valdi fer ekki þangað, hann var bara að bulla. Jú, víst, hann sagði mér í morgun að prófessorinn væri að smíða geimfar handa honum. En Sigga, hvernig getum við smíða geimfar? Við kunnum það ekki. Ég hef nú hugsað það mál, drengi mínir. Prófessorinn gerir alls konar tekningar að geimfarinu sínu, ekki satt? Og hvað með það? Við læðumst bara inn til þess þegar hann er ekki við og fáum þær lánaðar. Og svo smíðum við geimfarið okkar á undan honum. Er þetta ekki spennandi, Vippi? Jú, þetta er erfitt, en við höfum mikið eftir. Ég er ekki alveg vandræðið með hvað kemur næst, Vippi. Ég man ekki hvort það var eldflaugar útbúnaðurinn eða útkastarahnappurinn. Já. Líktu þá á teikningarna þína, prófessor? Já, það er nú það einmitt sem að er. Ég veit ekki hvað hefur orðið af þeim. Mér sýnist þetta nú ekki líkast inn á geimfari. Það er ekki full smíðað ennþá. Já, ég vona að við höfum farið rétt eftir teikningum prófessorsins. Og ég hef aldrei skilið teikningar vel, maður. Já, ekki skil ég þær þremill þyrnibér. Og auðvitað fórum við nákvæmlega eftir þeim. Þetta kemur úr Jóna jarðarber. Er ekki vissar að fela þetta? Fela það? Hvar svo sem? Halló krakkar, hvað eru þið að gera? Við erum að smíða svolítið sem á að koma sumum á óvart. En gaman, hvað er það? Það er leyndarmál, Jóna, við megum ekki segja þeirra. Láttu ekki svona, ég segja engum. Það er sko hérna, það er þvottavél. Er það ekki, strákar?
það? Já? Jú, auðvitað, það er einmitt, Jónas, sko, þetta er þvottavél, sko, til að þvo þvott í. Já, þvott, sko. Hvaða þvott? Hvað varst að segja? Hver á að fá hana? Pála? Já, hún er handa Pálu. Er það ekki strákar? Jú, handa Pálu. Þetta er einmitt þvottavél handa Pálu. En hvað er þetta fallega að hugsa hjá okkur? En þú fer ekki að segja henni það? Þetta var komin á óvart, skilurðu. Auðvitað, ég segi henni það ekki. Nei, mér finnst þetta sko ekkert skemmtilegt, Jóna mín. Ég er ekki fyrr búin að þvo einn þvott en það er komið að öðrum. Já, það væri nú svei mér gott fyrir þig að þvottavél. Þvottavél? Jú, svo sannarlega. Heldur að þú myndir lána mig þvottavélina þína, Pála? Já, ég á enga þvottavél, Jóna mín. Já, ég veit það vel, en ef þú ættir hana, myndir þú að lána mér hana? Hvernig lætur þú? Auðvitað myndi ég gera það. Ó, nú vantar mig ekkert nema þetta sem merkti með X-i. Það er hreyfillinn, held ég. Það er þá mikilvægasti hluturinn. Og sá erfiðasti að smíða. Smíða? Við getum ekki smíðað hreyfill. Hvernig förum við þá að? Nú, geimskipið hans Valda hefur hreyfill. Prófessorinn er búinn að smíða það. Þeir ætla að skjóta því á loft í kvöld. Og hvaða gagnar okkur af því? Við nælum okkur bara í það, í hreyfillinn, skiljiði. Ertu með óhreina þvottið, Olla? Já. Heldur að Pála vilji lána okkur þvottavélina sína? Já, auðvitað. Hún sagði að ætti hún þvottavél þá mætti ég nota hana og nú á hún þvottavél, þó hún viti það ekki enn. Þetta var auðvelt, var það ekki? Ég var dauðhræddur að prófessorinn kæmi að okkur. Já, hann gerði það ekki. Þeir verða aldeilis hlessa þegar þeir ýta á ræsinhappin og ekkert gerist. Og Valdi, þetta kemst þá ekki eftir allt saman til túnsins. Það gerir Sigga Selja. Og Bogi Bromber og Þremill Þyrniberg. Við förum öll til túnsins. Já, við förum öll til túnsins. Við förum öll til túnsins. Það er einhver að berja að dyrum. Kom inn. Nei, halló, Kalli. Svona, leysið frá skjóðunni. Hvað eru þið að bralla? Við að bralla? Ekki, Kalli minn, við bara sitjum hérna saman. Vippi og Baunaberg og prófessor eru ævareiðir. Þeir eru búin að smíða geimfar handa Valda og nú hefur einhver stolið hreyflinum úr því. Þú segir ekki satt. En leiðinlegt, maður. Hver gæti gert svona lagað? Það vildi nú svo til að ég sá ykkur þrjú vera að burðast með þungan hlut frá geimfarinu þeirra og mér sýndist þetta nú líkjast einhvers konar hreyfli. Hef ég ekki rétt fyrir mér? Jú, Kalli minn. Við vorum af hjartanskóðum með að smíða þvottavélandinni Pál okkar, en það vantaði vélinn í hann svo við fengum vél prófessorsins að láni. Okkur finnst þetta afskaplega leitt, Kalli minn. Við skilum þessu strax eftir mat. Þvottavél? Já, var það ekki fallega að hugsa hjá okkur? Er það þetta ljóta skran út í garði hjá þér, Sigga? Það er ekkert ljótt, Kalli. Þarna kemur skýringin, já. En ég skildi nú ekki hvers vegna Jóna og Olla voru að tróða þvottinu sínum í þetta. Hvað er að gera núna? Allir ekki best að ýta á ræsinhappin og svo sér þvottavélinum hitt? En hvað er þessi ræsinhappur? Þarna, það lítur að vera þessi litli rauðinhappur. Ýta á hann, Olla. Olla! Jóna! Ýtið þið alls ekki á þennan happ? Hann segir, hjálpum mér. Sigga Selja, hvað hefur orðið af þvottinu mínum? Þú trúir þessu varla, Jóna mín, en hann er farin til tunglsins. Til tunglsins? Tunglsins? Æ, Þremill, ég held að sé best að forða sér.